Komið sæl og verið velkomin á þetta málþing umhverfisvænni mötuneyti. Ég heiti Kristín Helga Schutt og er starfsmaður teymis hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun. Og það er sérst okkar teymi sem stendur fyrir þessu málþingi sem fjallar umhverfisvænni mötuneyti. Við gerum það í tilefni af leiðbeiningum sem við vorum nýlega að gefa út. En á málþinginu þá fáum við með okkur fjöldan allan af frummælendum. Það eru 5 frummálendur eða 6 frummálendur með 5 erindi. Þannig að það er þétt pökkuð dagskrá hjá okkur frá ýmsum áttum. Það verður sem sagt hægt að skrifa inn spurningar til okkar meðan á málþinginu stendur og við gerum okkar besta við að koma réttum spurningum á rétta viðtekendur. Eftir að sem sagt öllum erindum lýkur. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en ég ætla að bjóða hana Ásdísi Nínu Magnúsdóttur, kollega minn í teymi hringrásarhagkerfis, að taka til máls og segja okkur aðeins frá þessum nýju leiðbeiningum sem við vorum að gefa út meðal annars. Ásdís Nína, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Kristín. Ég ætla bara að byrja að deila með ykkur glærunum mínum ef það er í lagi. Kristín, fæ ég go fyrir því? Þú fær go á það, gjörðu svo vel. Ok, frábært. Svona. Ok. Já, sælöll. Eins og Kristín sagði þá heiti ég Ásdís Nína og ég starfa sem sérfræðingur í teymi hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun og ég er komin hingað í dag til að segja ykkur stuttlega frá leiðbeiningum sem við gáfum nýverið út til þess að auðvelda mötuneytum að minnka matarsóun og óþarfa umbúðanotkun. Við finnum það sterkt að það er mikill áhugi og gróska í umhverfismálum tengdum matvælum. Það eru gífurlega mörg tækifæri til nýsköpunar þar sem færi gefst á að skapa verðmæti úr því sem sóað er í dag og einfaldlega að ná fram sparnaði með því að lágmarka þessa sóun. Við höfum fylgst með þó nokkrum fyrirtækjum sem hafa sitt tækifæri hér og látið til skara skríða, til dæmis Matarspor Eflu sem auðveldar fyrirtækjum að sjá kolefnisspor sinna matvæla, Matarbúðin Nándin sem hefur hlotið bæði viðurkenningu Bláskeljarinnar og styrk úr hringrásarhagkerfissjóðnum fyrir bættar lausnir í umbúðamálum og fjölmörg önnur sprotafyrirtæki sem að lágmarka matarsóun og nýta sér hliðarafurðir úr framleiðslu matvæla. Og við bíðum þess vegna spennt eftir því að sjá hverju hljóta hringrásarhagkerfisstyrkina í ár. En að máli máluna, síðla veturs 2019 var gefin út innkaupastefna matvæla fyrir ríkisaðila. Þessari innkaupastefnu er ætlað að leggja aukna áherslu á umhverfisvernd, hollt og sjálfbært mataræði og rekjanlegar upplýsingar matvæli. Enn fremur er stefnunni ætlað að stuðla að aukinni samkeppnishæfni matvælaframleiðslu sem uppfyllir þessar áherslur með því að beina opinberum innkaupum í auknum mæli þangað. En árið 2018 þá keypti ríkið matvæli fyrir 3 milljarða króna og er því ljóst að stórkaupandi eins og ríkið getur haft víðtæk áhrif á eftirspurn matvæla og eflingu nýsköpunar. Vilji stjórnvalda til að ganga undan með góðu fordæmi kemur vel fram í stefnunni. Allar ríkisstofnunar eru aðilar að rammasamningum ríkiskaupa en sveitarfélögum og öðrum opinberum aðilum er valfrjáls aðild. Og það þýðir því að innkaupastefnan snertir öll þau sveitarfélög sem eru nú þegar aðilar að rammasamningum ríkisins og er þeim ætlað að vera fordæmisgefandi eða bara innblástur fyrir önnur sveitarfélög. Hér sjáum við nokkuð dæmi aðgerðir úr innkaupastefnu matvæla fyrir ríkisaðila. Efstu 2 voru á ábyrgð Umhverfisstofnunar og er núna lokið en þær miðu einmitt að því að skapa þessar leiðbeiningar og aðgerðir til þess að draga úr matarsóun og umbúðanotkun í mötuneytum ríkisins. 3 neðstu aðgerðirnar eiga að vera komnar í gagnið í síðasta lagi fyrir lok árs 2025 en það er meðal annars að 80% mötuneyta ríkisins framreiðir mat sem er í samræmi við ráðleggingar landlæknis heilnæmt mataræði, að það verði komið opinbert reiknilíkan fyrir kolefnisspor matvæla sem notað verður í öllum mötuneytum ríkisins og að lokum að það verði krafa gerð að upplýsingar uppruna, næringargildi, kolefnisspor og ofnæmisvalda birtist á matseðlum sem að fólk sér þegar það skráir sig í mat. En aftur að leiðbeiningunum. Þetta eru sem leiðbeiningar og plaggat sem eru sérstaklega ætlaðir mötuneytum en við vonum að það nýtist fleiri stærri eldhúsum líka.
Þær eru knappar með stuttum inngangsteksta og síðan koma tillögur að aðgerðum sem hægt að grípa til. Við vinnslu leiðbeininganna þá studdumst við viðmið Svansins og sambærilegar leiðbeiningar Noregs sem miða að því að draga úr matarsóun og óþarfa umbúðanotkun í þeirra ríkisrekstri. Leiðbeiningarnar eru 10 blaðsíður og eru á íslensku en við gáum líka út plaggatið á íslensku, ensku og pólsku með nokkrum velvöldum aðgerðum sem hægt að innleiða nánast hvar sem er. Við getum fundið þessar leiðbeiningar og plaggatið á heimasíðu Grænna skrefa, það er grænskref.is undir vinnugögn og síðan plaggatið einstaklega heppilegt til útprentunar. Við vonum að plaggatið nýtist sem góð áminning fyrir starfsfólk mötuneyta ef það hefur það fyrir augunum á sínum vinnustað. En já, það kemur líklega fáum á óvart að stærstu umhverfisáhrif matvæla eiga sér stað í framleiðsluferlinu. Það er því oft ekki alveg augljóst hvernig almennir neytendur eða framleiðsluaðilar, svo sem mötuneyti, eigi að hafa áhrif á framleiðsluferlið. En sem betur fer ýmislegt hægt að gera. Það til dæmis hægt að kaupa vörur sem að hafa minni umhverfisáhrif og það þá árstíðabundnar eða umhverfisvottaðar vörur, ásamt því að auka hlutfall hráefna úr plönturíkinu og lágmarka notkun dýraafurða. En sá umhverfisþáttur sem að sérstaklega mötuneyti geta með auðveldum og skilvirkum hætti haft áhrif á matarsóun. Að draga úr matarsóun ein mikilvægasta loftslagsaðgerð sem við getum ráðist í. En að meðaltali talið að í kringum 80% af kolefnisspori matvæla eigi sér stað í framleiðsluferlinu. Þannig að með því að draga úr matarsóun þá drögum við úr kolefnisspori allra matvæla. Til viðbótar við losun gróðurhúsalofttegunda frá matvælaframleiðslu einnig notað mikið af vatni, varnarefnum, sýklalyfjum, landsvæði, orku og öðrum auðlindum til að framleiða matinn. Það er því mikilvægt að nýta matinn sem við höfum nú þegar keypt vel og hafa í huga allar þær auðlindir sem hafa farið inn í framleiðsluna. Að draga úr matarsóun spara síðan líka peninga við reksturinn sem alltaf jákvætt. En í leiðbeiningunum aðgerðum fyrir mötuneyti til þess að lágmarka matarsóun skipt í 4 flokka og það þá vinnulag, framreiðsla matvæla, þjálfun starfsmanna og neytendur. Og þar að auki lýsing á því hvernig hægt að gera mælingar á matarsóun í sínum mötuneyti. En þó að það sé erfitt að ímynda sér aðstæður þar sem að matarsóun nauðsynleg á það sama ekki við umbúðir. Umbúðir eru nefnilega oft á tíðum nauðsynlegar vegna matvælaöryggis og síðan má ekki gleyma því að þær geta aukið geymsluþol vara og þar með dregið úr matarsóun. Í mörgum tilfellum samt verið að pakka matvælum inn í óþarfa umbúðir og besta leiðin til að draga úr áhrifum umbúða á umhverfið að draga úr notkun þeirra eins og mögulegt Það mikilvægt að reyna að notast sem mest við fjölnota umbúðir, kaupa matvæli sem endast vel og lengi í stórum skömmtum og að tryggja að öllum einnota umbúðum sé komið til endurvinnslu. Eins og í kaflanum matarsóun þá tillögum að aðgerðum skipt í liði eftir hvar hægt að innleiða þær. Í umbúðakaflanum það innkaup og síðan eldhús og framreiðsla og síðan höfum við líka búið til ákvörðunartré sem þið sjáu hérna á glærunni þó að þið sjáu það kannski ekki sérstaklega vel. En ákvörðunartrénu ætlað að auðvelda mötuneytum að velja skásta kostinn þegar það verður ekki hjá því komist að notast við einnota umbúðir. Ég má samt til með að minnast á það að þróun í umbúðamálum mjög ör og þó að þetta eigi við núna í dag þá gæti verið komin einhver tækninýjung innan skamms sem að myndi breyta forgangsröðuninni. Það skiptir því miklu máli að vera vakandi og fylgjast með þróun í þessum málum. Að þessu sögðu þá vil ég bara þakka kærlega fyrir áheyrnina. Það okkar von að þessar leiðbeiningar nýtist mötuneytisrekendum og starfsfólki mötuneyta við það að draga úr matarsóun og óþarfa umbúðanotkun. Og ég minni á að leiðbeiningarnar að finna á heimasíðu Grænna skrefa undir vinnugögn og við hvetjum ykkur til að nýta ykkur þær sama hvort að mötuneytið sé í ríkisrekstri eða ekki. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Ástin Sína. Næsta ætla ég að bjóða á svið eða taka til máls Önnu Sigríði Ólafsdóttur. Hún doktor í næringarfræði og prófessor við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda á menntavísindasviði HÍ. Yfirskrift hennar erindis heilsusamlegt mataræði hagstætt umhverfinu. Og ég mjög spennt að heyra hvað Anna Sigríður hefur að segja og gjörðu svo vel.
takk fyrir þetta. Ég ætla að reyna að deila glærunum mínum hérna. Sjáum hvort það vil ekki örugglega poppa upp. Ég ætla bara að byrja á að óska ykkur til hamingju með þessar nýju leiðbeiningar. Mér finnst þær alveg æðislegar og vona þær verði notaðar sem víðast. Og þarna ég er bara ótrúlega glöð að fá að vera með ykkur í dag því að mér finnst þetta er mjög mikið hjartans mál. Og það sem ég hef tekið eftir í rannsóknum sem við erum að gera á ungum börnum, bæði ungum fullorðnum og grunnskólanemum, við því miður erum ekki komin með birtingar, en það er að þessi vinkill, matarsóun og umhverfissjónarmiðin, við erum þarna að fá gjörsamlega ný tækifæri til að boða heilsusamlegt mataræði. Það er annar hópur og kannski stærri hópur sem þessi boðskapur nær til heldur en svona hvatning til að borða hollt. Þannig að mér finnst ótrúlega gaman að sjá hvað þetta fer vel saman, umhverfissjónarmið og heilsusamlegt fæði. Þetta er náttúrulega algjör örfyrirlestur, þannig að ég er rétt að tipla á yfirborðinu til að fara aðeins í hvernig við borðum, hverjar eru helstu áherslur og út frá því tek ég bara almennu ráðleggingarnar vistkerafæði og veganfæði og það er einfaldlega því að það fellur vel að viðfangsefni dagsins. Aðeins samspil við umhverfissjónarmið og svo svona nokkur dæmi hvað við getum gert og þá meðal annars byggt á rannsóknum sem við höfum gert í skólamötuneytum á Norðurlöndunum. En það er náttúrulega ánægjulegt að segja frá því að það kom nýlega út niðurstöður á vegum embættis landlæknis og rannsóknastofu í næringarfræði könnun á mataræði Íslendinga og það hefur talsvert breyst á síðasta áratug og það sem má segja í svona stórum grófum dráttum ef við horfum á rannsóknir almennt að þá er það þannig bara hjá flestum þjóðum í dag þá er fæðið okkar hvorki nógu heilsusamlegt né gott fyrir umhverfið. Þannig að við þurfum að taka skref í átt að breytingum. Og við sjáum þetta í nýjustu landskönnun líka, að við getum gert betur, hvort heldur sem litið til heilsuþátta fólks eða jarðarinnar og bara sem dæmi þá borðum við allt of lítið af mat úr jurtaríkinu og fáum þar með of lítið af trefjum og næringarefnum sem því fylgja. Við erum til að mynda langt undir viðmiðum fyrir grænmeti og ávexti og það er þar til dæmis nánast enginn sem nær að fylgja ráðleggingunum 5 á dag. Ávaxtaneysla hefur líka minnkað eða dregist saman á undanförnum áratug. Við borðum líka fæst nóg af heilkornavörum og mun fleiri mættu borða grænmetisrétti, baun, linsur, netur og fræ. Þannig þið sjáið aftur þetta og bara í takt við fyrirlesturinn hérna á undan að draga fram og leggja meiri áherslu á mat í jurtaríkinu að þar þurfa bæði einstaklingarnir en ekki síður umhverfið að leggjast á eitt. Það má sjá ljós í myrkrinu þannig lagað að neysla á rauðu kjöti hefur dregist saman en hún er samt og mikil hjá flestum og enn frekar ef við horfum til umhverfissjónarmiða þar sem margir vilja ganga enn lengra heldur en gengið í almennum ráðleggingum. Og fjölbreytt fæði þetta skiptir mjög miklu máli með tilliti til heilsu og þar alveg þá er mjög mikilvægt að styðja vel við landsmenn með heilsueflandi nálgunum og skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum og þar geta mötuneyti bara haft ótrúlega mikið vægi. Þannig að þið eruð lykilpersónur. En ef við horfum á almennu ráðleggingarnar þá sjáum við líka að þær eru þannig að það er æskilegt að velja fyrst og fremst matvæli sem eru rík af næringarefnum frá náttúrunnar hendi og taki eftir þessum svona náttúrulegu skírskotum og hvað mörg af þeim matvælum sem talið eru upp og sérstaklega með áherslu á hvað við þurfum að auka er enn og aftur þetta, það er jurtaríkið. Og ég bendi hérna sérstaklega á með örinni hérna sko kjöt í hófi, stundum les fólk bara fremsta orðið og það sami hérna ávextir og mikið af grænmeti að oft getur þessi orð þessar áherslur haft heilmikið að segja. En það eru nýjar norrænar ráðleggingar í undirbúningi núna og þær munu kalla á endurskoðun á íslenskum ráðleggingum því að við byggjum þær á þeim norrænu og flest við sem vinnum í þessu felti tökum þátt í þessari gerð nýrra ráðlegginga en þar er enn meiri áhersla en áður lögð á sjálfbærni og hlut jurtafæðis bæði hvað varðar neyslu og framleiðsluhætti. Við viljum vera í takt við heimsmarkmiðin og þá sérstaklega lið 12 ábyrga neyslu og framleiðslu. Mig langar í þessu samhengi að nefna vistkerafæði eða flexitarian, svona sveigjanlegt
mataræði þar sem megin hluti fæðarinnar ætti að koma úr jurtaríkinu en svigrúm fyrir dýraafurðir fyrir þá sem vilja. Með þetta í huga þá þurfum við meira en að tvöfalda neyslu jurtafæðis eins og þetta á heimsvísu í dag en borða minna af kjöti og þá sér í lagi rauðu kjöti og draga úr mikið unnum vörum sem líka hafa áhrif framleiðsluferli náttúrulega hafa heilmikið að segja. Þannig að þetta þannig verið að búa til einhvers konar bestun á milli þess að hafa umhverfissjónarmið og heilsu í huga. Og þar sem ég næði ekki að fara djúpt í þetta, þá langar mig til að benda þessa grein úr Læknablaðinu sjálfbært mataræði til bjargar, en þetta mataræði, þessi vistkera fæðis hugmynda, hún meðal annars kemur fram í þessari Lancet-grein sem þau hafa þarna tekið og vitað mikið til í, og þessi mynd hérna til dæmis fæðuhringurinn sem þeir setja upp, að þið sjáu bara hérna sko hvað dýraprótein fyrirferða lítið í þessari hugmyndafræði. Og svo það auðvitað grænkýrafæðið. Og ég held að þarna þurfum við að vera opin, sérstaklega við horfum á að sá hópur sem hefur áhuga á grænkýrafæði eru fyrst og fremst ungt fólk og konur líka sem að fylgja þessu mataræði. Og það mjög mikilvægt í mötuneytum að gefa vegan valkosti, sérstaklega þá líka umhverfisins vegna. Og þá erum við að horfa á eingöngu jurtafæði, þar sem allt úr dýraríkinu útilokað, það að segja kjöt, fiskur, egg eða mjólkurafurðir. En svo eru þetta til þessir undirflokkar og aðrar útgáfur þar sem gengið mislangt í að útiloka dýraafurðirnar. Og þarna undir mætti þá kannski flokka vistkera fæði sem einhvers konar mildan valkost sem fer bil beggja á milli almennra ráðlegginga og grænkjarafæðisins. Og það sem mér finnst mjög áberandi að sjá bæði í umræðunni, það sem kemur út á landskönnun á mataræði, það sem við sjáum í okkar rannsóknum á börnum og unglingum, að það eru mjög margir sem eru viljugir til að prófa sig áfram, ekki síst í bland við annað. Þannig að þeir kannski ekki tilbúin að vilja ekki gera grænkerar en vilja frá grænkeram valkosti til dæmis inn í mötuneytin. Og þetta skiptir svolítið miklu máli því eins og ég sagði þarna í upphafi að þá getur þetta verið góð leið til að hvetja til aukinnar neyslu á jurtafæði sem hefur oft ekki gengið nógu vel. Ef við hugsum hvað við eigum langt í land með að ná almennum ráðleggingum að þá þurfum við fleiri sjónarhorn og ólíkar nálganir að þessu sameiginlega markmiði. Og það svona held ég að þarna það sé bara nauðsynlegt að mæta neytendum þar sem þeir eru staddir og gefa valkosti. Og þá líka gott af því að það sem við heyrum stundum að það byrjað að bjóða valkost og það gengur hægt að breyta, að breytingar taka tíma og nýjungar þarf að innleiða, oft í litlum skrefum og gefa fólki færi að venjast bæði nýjum réttum og hráefnum. Þannig að þetta ferðalag en ekki breyting sem gerist á einni nóttu eða prófið í mánuð og svo þetta bara búið af því að þetta gekk ekki upp. Þetta þarf að vera svona einhvers konar vegferð sem við erum á. Og hérna akkurat mynd frá Eat Lancet líka, takmarka þetta sterkjurík matvæli og rauða kjötið, egg, fiðurfé og mjólkurvörur sé svona valkostur en áhersla á jurtaríkið og svo setja fiskinn þarna með inn í. Auðvitað þetta líka núna, ég bara tala flokka og ofsalega einfalt, það eru undantekningar eins og með avokado og fleira, þannig að það hægt að fara miklu dýpra í þetta. En svona í grófum dráttum þá þetta svona áherslan á jurtafæðið sem þarf að draga fram og það bæði okkar og plánetunnar vegna. Og ef við breytum fyrir jörðina erum við í langflestum tilfellum að gera okkur sjálfum gott í leiðinni, það svo ótrúlegur kostur í því. Þannig að bjóða meira grófmeti, grænmeti og jurtir af öllu tagi og fækka kjötmáltíðum eða minnka kjötskammtana. Það kjötið sé meðlæti en ekki uppistaða getur breytt gríðarlega miklu og líka akkurat fyrir kostnað í rekstri mötuneyta. Að lokum langar mig bara til að sýna ykkur hérna, þetta dæmi úr rannsóknum bæði okkar og annara á skólamötuneytum, en upplýsingarnar byggja meðal annars á prómíl rannsókninni sem við gerðum árunum 2013 til 16 og styrt var að Nordforsk og var samvinnuverkefni á milli Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands, þar sem við sáum að mjög ólík kerfi í skólamötuneytum þessara þjóða höfðu mismunandi áhrif. Og við sáum til dæmis að í flestum skólum á Íslandi þá eru börnin ekki að fá að skammta sig sjálf, heldur þeim skammtað.
og það fer meira í ruslið þar sem þeim hefur skammtað heldur en þeir fá að skammta sér sjálf. Og þeir sjá bara myndirnar hérna 3 sem ég sýni sem dæmi. Hérna viðmiðunarskammtur og viðmiðunarskammtur á Íslandi í mötunetunum voru oft gríðarlega stóri. Það var verið að gefa öllum skammt eins og þeir væru karlmenn í verkavinnu og þyrftu líkamlega mikla orku fyrir daginn. Sumir kannski fá ekki nóg, aðrir fá of mikið. En hérna svo til dæmis barn sem fær að skammta sér sjálft hérna í miðjunni og þið sjá að það talsverður munur á bæði framsetningunni á disknum og hvað verður fyrir valinu. Því miður og þá þetta svolítið staðan aðeins minni fiskbiti heldur við myndum vilja sjá og svo það afgangarnir og hvað fyrir ruslið. Og það sem við sjáum til dæmis í okkar rannsóknum og þá það til að mynda kartöflur og meðlæti sem að fara í ruslið til viðbótar reynda við fiskinn og það liggur meðal annars í skömmtuninni en hugsanlega líka stundum í matreiðslunni. En bara minni kartöflur eða ef það stór kartöfla hún sé skorin í tvennt. Hæfileg fjölbreytni í framboði þannig að það sé valkostur fleiri en eina tegund af grænmeti. Rétt röð, til dæmis ef þú skammtar þér sjálfur, ef að grænmetið fyrst í línunni, þá byrjar að setja grænmeti á diskinn og þá það meira aðlaðandi heldur en ef það kemur sem afgangsstærð í lokin. Ég nefni þetta aftur þetta með einingaskekkjuna sem við sáum meðal annars í kartöflunum. Þetta ef allir fá 3 kartöflur og þá getur munað rosalega miklu í grömmum. Þannig að við þurfum að passa að við ekki föst í að horfa á einingar sem fasta stærð. Rétt stærð á diski, ég tók eftir því í ráðlíkingunum ykkar að það leggið til að minnka diskana. En það líka ótrúlega mikið svona jafnvægislist því að ef diskurinn verður of lítill, þá hættum við að taka grænmeti. Þannig að við þurfum ákveðna stærð á diski til þess að borða þetta, sko því að grænmetis og jurtafæði yfirleitt plássfrekara heldur en ef við erum komið með kjöt eða fiskbita. Þannig að það þarf að hafa í huga þarna að finna balansinn og getur jafnvel verið ólíkt eftir því hvers konar mat við erum að bera fram. Rétt ílát og áhöld skipta máli, litla skeiðin þá tekur minna. Hafa nægan tíma til að nærast og þetta þessar 2 síðustu punktar. Við vorum með eiginlega hluta í rannsóknin okkur og þetta kom eins út á öllum Norðurlöndunum sem var mjög sláandi að það að börn kvörtundan þau höfðu ekki nægan tíma til að nærast. Þannig að hvað skilja þau eftir á disknum? Það sá matur sem tekur lengstan tíma til að tyggja. Og þá erum við aftur komin í það að þau henda grænmetinu sem við hefðum vilja fá þau til að borða, plús að þau kannski hafi ekki vanist í. Og hitt hljóðvist og notalegt umhverfi því við borðum betur ef við erum í aðlaðandi umhverfi þá streitan minni, gleðin meiri og þau áttu að skrifa sögur upplifunar sínar á góðum og vondum degi í mötuneytinu og umhverfið var yfirleitt það sem gerði útslagið. Og þau borðuðu vel, þeim leið vel og umhverfið lét þeim líða vel. Þannig að þetta gríðarlega fjölþætt og mörg atriði sem við getum lagt á vogarskálarnar í raun og vera að draga matasóun, að það snýst ekki bara að koma í veg fyrir að eitthvað fari í ruslið, heldur allt ferðalagið frá upphafi til enda. Við höfum líka séð í okkar rannsóknum að ef að krakkarnir fá að vigta sjálfur það sem fer í ruslið, þá verða þau mun meðvitaðri sem líka ótrúlega áhugavert. En takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir, Anna Sigríður. Það ein spurning komin til þín, ég ætla að fá skjótin á þig. Nú fer fólk örugglega að velta fyrir sér af hverju avokado nefnt sérstaklega. Getur kannski útskýrt af hverju það tekið út fyrir svega? Það bæði ferðalengdin og framleiðsluferlið og vasskostnaður og fleira sem að þar kemur inn í. Ég get nú ekki farið alveg út í smáatriðin en það hægt akkurat með allan matdeila þá þarftu alltaf að innan hvers flokks, það engin einn flokkur alveg fullkominn og ég vildi kannski bara draga það fram. Þetta ekki svarthvíta hugsunin gengur aldrei upp. Nákvæmlega. Heyrðu, kærar þakkir fyrir þetta, Anna Sigríður, ótrúlega áhugavert. Ég ætla næst að bjóða Sigurð Eyþórsson sem sérfræðingur við matvælaráðuneytið að ræða áherslur matvælaráðuneytisins og stefnumótun matvælaframleiðslu Íslands. Þetta náttúrulega bara risastórt málefni sem kemur við okkur öll og meðal annars þau sem að stýra og reka mötuneyti og ég ætla bara að gefa þér orðið, Sigurður. Takk fyrir það og ég óska ykkur til hamingju með þessar nýju leiðbeiningar hjá Umhverfisstofnun. En það sem ég ætlaði að segja ykkur stuttlega frá það matvælaráðuneytið sem að
ég starfa hjá og stefnumótun matvæli sem að þar hefur verið í gangi og í gangi. Nú, matvælaráðuneytið nú ekki gamalt, það bara byrjaði núna 1. febrúar og byggir í grunninn á eldri ráðuneytum, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. En svo kom hingað aftur, sem nú reyndar ekki matur beint, en það málefni skógræktar og landgræðslu. Þær voru eitt sinn í landbúnaðarráðuneyti og eru kannski komnar aftur inn í þann faðm, en hins vegar fóru önnur verkefni úr atvinnuvegaráðuneytinu yfir í 3 önnur. En það svona meiningin að setja fókus á þessa matvælaframleiðslu, svona breiðum grundvelli, og líka svona láta hana stefnumótunina og stjórnsýsluna í kringum það styðja í enn frekara mæli við loftslagsmarkmiðin. Þau eru nú kannski stærsta viðfangsefni okkar tíma og ýta undir sjálfbæra auðlindanýtingu. Og það ansi margir boltar á loft í þessu og ég get nú bara stuttlega farið í gegnum helstu verkefni, en ég ætla nú ekki að þylja upp þessi stefnumið ráðuneytisins. Þetta það sem að ráðherra setti fram sem sínar áherslur. Við vildum vera í fremstu röð og við viljum sína ábyrga umgengni og vinna afurðirnar vel, vinna fullvinnslu, hringrásarhagkerfi og afmörkun kolefnisspor, og við erum að hugsa matvæla- og fæðuöryggi, við erum að hugsa varúðarsjónarmið og orðspor Íslands og svo auðvitað loftslagsmálin, af því að þau eru svona eitthvað sem að kannski kemur allri starfsemi við. Allt sem við gerum hefur kolefnisáhrif og við þurfum alltaf að passa sama hvaða starfsemi þar að ræða. Nú, og þetta byrjaði sem sagt með því að ráðherra setti fram greinargerð sem heitir Áherslur og verklag við stefnumótun á sviði matvæla, sem var birt í samráðsgátt núna í lok febrúar. Og það þá ætlunin að það komi þingsályktun sem svona bindi verkefni saman, sem að yrði lögð fyrir Alþingi á næsta vorþingi 2023 með þá aðgerðaráætlun og tillögun að fjármögnun. Og hvað erum við þá að tala um? Við erum að tala um einhvers konar ramma sem svona stef fyrir matvælaframleiðslu í heild. Það þá landbúnaður, sjávarútvegur og fiskeldi. En það eru gildandi margs konar stefnumótun fyrir þessar greinar, og það svona að reyna að binda þetta meira saman. Láta þetta allt toga í sömu átt. Þetta ekki hægt að hafa sömu stefnu landbúnað og sjávarútveg og setja allt tróðallinn í sama ramman. En þetta svona verið að reyna að láta þetta allt svona, eins og ég segi, toga í sömu átt og horfa þangað. Og þannig líka svona það sem kemur fram í stjórnarsáttmálinu þetta. Og það búið að setja fram svona markmið sem eru í samræmi við þessar áherslur ráðuneytisins sem ég kynnti ykkur áðan, hvað þessi nýja stefna eigi að innifela. Við viljum vera í fremstu röð og þetta viljum við að þetta sé arðbært og nýti auðlindina sjálfbært og hámarki aðfanganýtingu og úrgangsmyndun, og við komum alltaf aftur af kolefnishlutleysi, náttúrumiðjum lausnum og skuldbindingar sem við undirgengist. Og við viljum að framleiðslan stigi við byggð og uppbyggingu þekkingar og samfélagsgæði og kynhlutlaust án til uppruna eða búsetu, og við reynum auðvitað alltaf að horfa út hag heildarinnar, og þetta auðvitað svona þessar stóru breiðu línur þarna að baki, og kannski ekki gott að reyna að mála þar upp í einhverjum einföldum atriðum, en þetta bara svona hugmyndafræðin sem að þarna liggur að baki, og það það sem verður að reyna að gera með þessu verkefni. Það eins og ég segi, mjög mikil stefnumótun sem liggur til grundvallar. Það voru á síðasta kjörtímabili voru gerð drög að landbúnaðarstefnu. Það ríkið stýrt
hlutast mjög til hvernig landbúnaður fer fram, bæði varðið með reglusetningu, matvælalöggjöf, stuðningi og fleiri þáttur sem þar komað. Og það var líka kynnt matvælastefna í desember 2020. Það sem svona verið að setja fram stefnu matvælaframleiðsluna og þess vegna á það sem kannski ég orða þetta með aðeins öðrum hætti. Með þessu nýja verkefni verið að reyna að binda matvælastefnu saman við stefnu aðra framleiðslu sjávarútveginn, landbúnaðinn og fiskeldið. Og það eru fleiri áætlanir sem að hérna á eða vinna sem hefur verið í gangi. Það er heilmikil greining gerð á sjávarútvegi og fiskeldi, loftslagsmálin snerta þetta. Það er aðgerðaáætlun í matarsóun sem að hérna á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og það er stefnumótun í átt að hringrásarhagkerfi. Og það er auðvitað innkaupastefna matvæla sem hérna hefur verið sagt frá hér. Allt hérna snertir þessa framleiðslu og á mismunandi hátt og þess vegna skiptir dálítið miklu máli að reyna að binda þetta vel saman og láta þetta vinna saman. Það er ekkert einfalt mál en það er svona það sem að hérna ráðherra hefur lagt upp við okkur og það sem að við munum reyna að móta með þessum hætti sem ég hér verið að reyna að lýsa. Og bara svona til þess að segja ykkur örlítið frá hérna matvælastefnunni sem er kannski svona kjarninn í þessu sem liggur fyrir. Þetta var kynnt sem sagt fyrir núna 1,5 ári síðan og hafði verið í mótun alllengi með samvinnu ráðuneyta, hagaðir á vinnumarkaði, samtaka í sjávarútvegi, bænda og verslunar, neytenda og fleiri. Og hún verður svona kannski svona undirstaðan í kringum þetta. Þar erum við líka með þessi hérna meginatriði orðsporið, heilsu og náttúru og aðgengi að upplýsingum. Það er alltaf að aukast eftirspurnin eftir upplýsingum matvæli. Innihald, hvernig staða framleiðslu, það siðlega og eðlilega gert, hvaða efni eru notuð, gætt að dýravelferð og fleiri þáttum og það viljið til þess að reyna að bregðast við því eins og kostur er. En þetta verður náttúrulega að huga því að verði til verðmæti, að neytendur fái sem mestar upplýsingar, það sé passað upp á fæðu og matvælaöryggið og líka heilsufarsleg sjónarmið eins og hér var líka verið að segja ykkur frá áðan. Og enn og aftur loftslagsmálin. Þetta eru svona þessar breiðu línur sem að skipta máli þegar við erum að fjalla þessi mál. Og til þess að segja ykkur bara aðeins frá þessum stóru hugtökum undir, fæðuöryggið og matvælaöryggið og sjálfbærnin, við þurfum að skilgreina það einhvern veginn og þetta svona þær skilgreiningar sem að liggja til grundvallar undir vinnunni sem að í gangi. Og þannig að þetta eru svona atriði sem kannski ekki alltaf auðvelt að ramma inn, en þetta svona eitthvað sem þessi leiðarljós sem þurfa alltaf að vera til staðar og alltaf við hendina við stefnumótunina. Og hérna eru svo markmiðin sem liggja baki stefnunni og það skiptir verulega máli að huga þeim líka. Og þess vegna verða þau svona hafð til hliðsjónar eftir því sem við höldum þessu áfram. Og það eru heilmargar aðgerðir sem verið að vinna frá að stefnumótunin sjálf sé í gangi. Og þetta snertir marga, mest hér í matvælaráðuneytinu, það eru þarna mörg önnur ráðuneyti sem koma að en það snertir margt matvælaframleiðsluna. Það verið að ýta þessu áfram eins og þó að hitt sé í gangi. En síðan meiningin að verið boðað til sérstaks matvælaþings núna í haust, þar sem verið að kynna hvernig staðan og til þess að ljúka því þá hvet ég ykkur bara sem hafið áhuga til þess að fylgjast með því þegar boðið verður til þess og þeir sem vilja svona koma að þessari vinnu eða hafa áhrif á hana, hvet ég ykkur til þess að
taka það frá þegar það verður auglýst af því að það gefst kostur á að taka þátt í þessu verkefni. Takk kærlega fyrir. Frábært, takk kærlega fyrir þetta, Sigurður. Það verður spennandi að fylgjast með matvælaþingi í haust. Ég ætla að fá að skjóta þau einni spurningu sem kom hérna meðan varst að tala og hún kemur frá Halldóru Dröfn, starfsmanns Austurbrúar og hún spyr, hefur ráðuneytið hugsað sér að setja verulega innspýtingu fjármuna inn í landshlutasamtökin þannig að þau geti verið ráðgefandi og leiðandi í að byggja upp matvælaframleiðslu vítt og breitt landið sem þannig styður við frumkvöðl og nýsköpun á landsbyggðinni. Áttu stutt og snart svar við þessari spurningu? Ég held að kannski vinnan sé nú ekki komin svo langt að ég geti sagt hvert eigi að setja fjárveitingar og hvert ekki, en ég veit bara það er meiningin að opna þetta ferli fyrir sem flestum og ég bara hvet þau hjá Austurbrú og öðrum sem vilja hafa áhrif á þetta til þess að svona fylgjast vel með og taka þátt og ég held að þau geti alveg átt heilmikið hlutverk í þessu svona af því að þetta er ekki mótað og það er alveg margar leiðir til að hafa áhrif áður en þetta fer fyrir Alþingi. Takk. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Ég ætla að minna líka áhorfendur á að þau geta sett inn spurningar inn í spjallið og í lokin gefst okkur vonandi færi líka til þess að svara fleiri spurningum. En þá ætla ég að bjóða næst velkomna þá Ríkharð Gústafsson sem er deildarstjóri og yfirmatreiðslumeistari í mötuneyti Íslandsbanka og Ásgeir Ólafsson sem er sérfræðingur rekstrarþjónustu Íslandsbanka en mötuneyti Íslandsbanka hlaut svansvottun snemma í byrjun síðasta árs og þeir ætla svona að deila sinni reynslu. Það er alltaf gott að fá reynslusögur úr bransanum. Ég býð ykkur velkomna. Já, góðan daginn. Sjá, við ætlum að byrja bara á því að síðan að glærunum okkar. Já, takk fyrir. Ég heiti Ríkharður og takk fyrir að leyfa okkur að taka þátt í þessari málstofu. Eins og kom fram, þá fengum við svansvottun í janúar í fyrra og við Ásgeir, sérfræðingur hjá rekstrardeild og ég sjálfur unnum þetta verkefni haustið 2019. Það var ágætt að fá þetta verkefni þar sem það var svona frekar rólegt að gera í mötuneytinu þar sem mjög margir starfsmenn voru heima 2020. Já, 2020 þar sem voru margir starfsmenn að vinna heima vegna COVID. Nú, hvers vegna erum við að gera þetta? Og það hefur nú komið fram hérna að þetta samrýmist stefnu okkar svona lýðheilsusjónarmið og þetta samrýmist líka stefnu bankans sjálfbærni til að reyna að lágmarka umhverfisáhrif af starfsemi bankans. Þetta samrýmist einnig heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna númer 13 aðgerðir í loftslagsmálum sem að bankinn hefur tekið sérstaklega upp á sína arma. Eins og ég segi, þá samrýmist þetta líka stefnu okkar mötuneyti hjá Íslandsbanka að bjóða upp á hollan og góðan mat eins og kom fram hjá Önnu Sigríði hérna áðan. Við stefna landlæknis okkar áttaviti og það vill svo til að aukin neysla á grænmeti það minnkar CO2 að kolefnissporið og við höfum verið að mæla þetta alveg sérstaklega. Við höfum þó rekið okkur aðeins á það að því að við viljum fá svona reynsluna að birgjar okkar eru svona sumu leyti skammt á veg komnir að bjóða upp á nægilega mikið og fjölbreytt magn af lífrænni matvöru og þá sérstaklega ferskvöru. Því að Íslandsbanki rekur svona frekar stórt mötuneyti og erum að kaupa inn í talsverðu magni. En Dalurinn sem nafnið á okkar mötuneyti leitast við að halda matasóun í lágmarki með þjálfun starfsfólks og upplýsingum til almennra starfsmanna og góðri skipulagningu í eldhúsinu. Við bjóðum ekki upp á vatn í einnota flöskum og við bjóðum ekki upp á
einnota hluti fyrir utan tannstöngla og svona take-away box og servéttur. En það allt umhverfisvottað. Rekstrardeildin sér öll innkaup á eins og salernispappír og í gegnum samning við Solar sem eru umhverfisvottaðir, eru svonsvottaðir líka. Og allar ljósaperur til dæmis hérna í dalnum og í húsi Íslandsbanka í höfuðstofunum eru LED. Við reynum að kaupa sem mikið og við getum frá nærumhverfinu og helst lífrænt vottaða matvöru, pappír og servéttur og allt umhverfisvottað. En eins og áður sagði, þá stundum erfitt að finna nægilega mikið magn af umhverfisvottaðri vöru, íslenskri ferskvöru. En þetta svona, þegar svona stór aðili eins og við reynum að hafa áhrif á byrgjana að framboðið aukist og eftir því sem að fleiri mötuneyti myndi fara þessa vegferð, þá myndi þetta lagast. Já, við reynum að leggja áherslu á að haga innkaupum samkvæmt þörfum til að minnka matarsóun. Við leggjum áherslu á að nota eins og ég sagði innlegt hráefni eftir fremsta megni. Það skylda samkvæmt svansvottun að það sé í boði að minnsta kosti 5 tegundir af lífrænni vöru og þetta að aukast að vísu núna með nýjum viðmiðunum upp í 16 að mig minnir og það hefur alveg gengið vel og við viljum vera yfir þessum markmiðum, við viljum ekki bara vera með lágmarki. Svo höfum við passað upp á að sé ekki boðið upp á erfðabreytta matvöru, GMO og að sjávarfang sé ekki á rauðum lista eða válista. Við reynum að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og það stefna dalsins að bjóða upp á úrval á góðum grænmetisréttum. Einu sinni við tókum upp þá nýjunga að vera með eingöngu grænmetisfæði einu sinni í viku. Og svona, þegar maður segir þetta svona, þá finnst fólki að kannski ekki rosalega mikið, en svo þegar það farið að spá í það, þá þetta samt 20% af árinu, það sem eingöngu boðið upp á grænmeti. Og það hefur bara svona, það hefur mælst bara vel fyrir, það gaman að segja til að byrja með, það voru hnökrar á því og fólk var skeptískt, en nú þetta að verða með vinsælli dögum, 9-50 dagurinn segja sumir, og það bara mjög skemmtilegt. Svo erum við að íhuga náttúrulega við tækjakaupin, við fluttum hingað með eldhúsið 2017 og þá var ekki verið að spá mikið í orkunýtni stóru raftækjana eins og ofnana þegar eldhúsið var búið til. En það verður að taka tillit til þessa viðmiða þegar það kemur að endurnýjan tækjana, orkusparandi kerfi, stillingar og þess háttar. Dalurinn leitast við að halda orkunotkun í lágmarki með því að fræða og þjálfa starfsfólk notkun á orkufrekum tækjum. Við reynum að skoða allan lífsferilinn á vörunum sem við kaupum og skilgreina helstu umhverfisþætti, setja stranga kröfur helstu umhverfisþætti sem skilgreindir hafa verið svo sem efnainnihald og notkun skaðlegra efna, flokkun og lágmörkun úrgangs, orku og vatnsnotkun og gæði og ending tækja. Passa að þekkt hormónuskaðandi og ofnæmis eða krabbameinsvaldandi efni séu alls ekki notuð. Við reynum að herða bara á því og fylgjum svaninum áfram og það verið að herða kröfurnar reglulega, þannig að svansvottaða vörur og þjónusta, þetta er ferli, þetta er vegferð sem við erum á. Við erum ekki komin á einhverja endaniðurstöðu. Sá matur sem kann að vera
afgang sem nýtist ekki daginn eftir. Við höfum til dæmis brugðið á það ráð að gefa samhjálp afgangsmat og haft þá reglu bara að það þarf bara að vera matur alveg bara fyrsta flokks gæðum. Og þannig höfum við passað okkur vel bara að nýta ráefni sem best. Og er kollegi minn og Halldórsson að elda fyrir samhjálp eða mæðrastyrksnefnd sannarlega er þessi mynd. Það er gaman að segja líka eina skemmtilega sögu svona að það hringdi til mín maður og spurði hvort að við drykkjum ekki mikið kaffi í bankanum og ég hélt það nú. Og hann spurði hvort að ég gæti mögulega að safna fyrir sig kaffikortinum. Og við erum að kaupa mjög mikið inn af kaffi og þetta þurfti aðeins að breyta bara ferlum hjá okkur og fara á kaffistofum, safna saman korginum, geyma hann inn á kæli og við höfum keyrt korginn til þessa einstaklings og hann er að rækta úr þeim ostrusveppi sem að sjást hérna. Ostrusveppir eru víða í heiminum ræktaðir á sæi úr harðvið en það er hægt að ná sama árangur með kaffikorg. Og þetta er bara frábær vara og svona, þetta er bara svona dæmi það hvað svona ný og breytt vinnubrögð geta breytt aðeins hlutunum og sparað okkur pening í leiðinni þar sem að úrgangur og lífrænn úrgangur snar minnkar bara við þessa aðgerð. En annars vil ég bara þakka fyrir okkur og segja að við sjáum ekki eftir því að fara í þessa vegferð. Við erum bara hæstánægðir með þetta og kúnnarnir líka hjá okkur starfsfólkið hefur bara tekið þessu afskaplega vel. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þessa frábæru kynningu. Alltaf gaman að heyra af svona hringrásarverkefnum. Við gleðumst yfir þeim með sveppi og korg og fleira. Ég ætla bara að minna á að það er hægt að nálgast allar upplýsingar svansvottunarferlið á svanurinn.is en það er einmitt Umhverfisstofnun sem að sér svansvottanir á Íslandi. Síðust á mælendaskrá en ekki síst er hún Kolbrún Ýr Bjarnadóttir. Hún er íslenskukennari og meðlimur í umhverfisnefnd Menntaskólans á Akureyri en MA er eins og aðrir ríkisaðilar hluta grænum skrifum í ríkisrekstri og hún ætlar að koma með svona vinkil neytenda mötuneytis og það verður gaman að heyra frá henni. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Flottir, en góðan dag, gaman að fá að vera hluta þessu mikilvæga málþingi þótt að ég hafi kannski mist svolítið fólkið vegna tæknilegra örðugleika. En ég ætla bara að byrja upp á nýtt og segja þetta Kolbrún Ýr Bjarnadóttir og er íslenskukennari í Menntaskólanum á Akureyri. Ég kenni líka náttúrulæsi sem að tengist þessu málefni að einhverju leyti og umhverfisfræði hef ég kennt. En ég hef starfað í MA í 8 ár og í 7 ár af þeim hefur einungis verið boðið upp á grænmetisfræði í mötuneyti starfsfólks og í þessu ætla ég aðalega að segja nokkur orð mína reynslu af því en ég er í umhverfisnefnd skólans þannig ég mun líka aðeins minnast á grænu skrefin og hvað við þurfum að gera í til dæmis mötuneytinu til þess að uppfylla kröfur þess verkefnis. En á glærunum eru svo myndir sem að ég hef tekið eru úr okkar mötuneyti nema þessi á forsíðunni sem er alls ekki tekin í okkar mötuneyti. En það er ýmislegt sem að þarf að huga ef maður ætlar að vera með grænu skrefin á hreinu og það er þessi 5 grænu skref og þið kannski þekkja mörg að Umhverfisstofnun heldur utan þetta verkefni en ráðuneytið held ég er fjármagnað þetta. Og undir þessum 5 skrefum eru náttúrulega ótal atriði sem þarf að svona haka við á gátlista, alveg 20-40 atriði og það eru 7 flokkar og eins og ég sjá hérna á glærunni þá er ég búin að feitleitra lið nr. 7 sem eru eldhús og kaffistofur vegna þess að það er það sem ég er aðalega að fara að tala um. En þið sjáu hér á myndinni okkar indælu matseljur og ég er ennþá hérna því ég er að tala blaðalaust að ég er að passa að ég gleymi engu hérna en
þetta eru Ann-Katrín og Oddrún sem að elda fyrir okkur í mötuneytinu og þær elda góðan mat, yfirleitt frá grunni þótt að stundum séu vörur eins og svona falafelbollur og svoleiðis í boði. En við skráum okkur hvert og eitt, skráir sig í mat og skammtar sig líka sjálft. Hver og einn gerir það. En já, ég er aðeins að sjá hérna. Já, en það setja sérst inn viku matseðil og fólk getur þá ákveðið hvort að það ætlar að skrá sig eða ekki. Svo er það afgangadagarnir sem eru á föstudögum, en þá eru afgangar frá mánudegi til fimmtudags og ég get alveg sagt það að þeir eru nú eiginlega í uppáhaldi á mörgum þar sem að það kennir ýmissa grasa. En matarsóun er því nánast engin í Emma eða í mötuneyti starfsfólks Emma. Við erum auðvitað miklu færri heldur en nemendur, en við erum líka grænfánaskóli, þannig að ef það er eitthvað sem að þarf að henda þá flokkum við það með lífrænum úrgangi. En grænu skrefin þau krefja mötuneyti að mæla matarsóun og við höfum gert það og á 5 dögum mældust 100 grömm, eða fóru 100 grömm í súginn. En svo er það hér næsta glæra. Hér eru nokkrir punktar þar sem enginn er okkar mötuneyti, en það er eitt og annað sem við höfum, eða kannski má segja bara þær hafa lagt mikið upp úr, af því þær voru byrjaðar að vinna svona áður en við fórum í verkefnið Græn skref. Og það er reynt að velja lífræna kosti og vistvæna, íslensk grænmeti ef það er hægt og önnur matvæli úr nærumhverfinu. En Ann-Katrín og Oddrún þær nýta líka svona umhverfisvænni próteingjafa við eldamennskuna, eins og baunir, belgjurtir, hnetur, egg og ost. Matvörur eru pantaðar í stórum einingum og bara eins og hægt er, en þetta er svona aðallega grænmetismatur þótt að eins og það er kannski áttað ykkur á þegar ég er með þessa upptalningu að það eru einstaka vörur úr dýraríkinu og aðal uppistaðan er samt grænmeti og ég er nú nýbúin að heyra þessu hugtaki vistkerafæði og mér finnst það passa við hjá okkur þótt að það reyndar eldi aldrei kjöt og fisk. En þegar kemur á umbúðum þá eru grænu skrifunum fyllt eins og hægt er. Mötuneyti hefur óskað eftir minni og umhverfisvænni umbúðum í innkaupum, en stundum virðist það frekar erfitt og það kom líka fram áðan hjá Íslandsbanka teyminu þar sem að vera að benda á það að heildsölur og byrgjar getur kannski gert betur, en líka virðist eins og til dæmis okkar heildsala ekki alltaf bara hafa stjórn á því hvernig varan kemur til þeirra. Við reynum, eða þær reyna að senda umbúðið tilbaka til endurnýtingar, eins og til dæmis stóra grænmetiskassa sem hægt er að nota aftur þá og stofnunin sem slík er öll að vilja gerð, en við getum bara ekki stjórna öllu sem að kemur til okkar. En hér sjáið þið dæmi disk sem var í matinn hér daginn, en Ann-Katrín hefur oft nefnt við mig og okkur að það sé mikilvægt að borða regnbogann. Og hér má sjá gulan kúrbít, rauðrófur, gulrætur og quinoa með jógúrtsósu sem er með engi fyrir mango og turmerik meðal annars. Grænasalati er svo blandað saman við græna baunir, avokado og límonum. En svo eru hnetur og fræ sett oft yfir herlegheitin og góð olía. Þið sjáu líka á glærunni dæmi matseðil vikunar. Þessi frá því sem var í febrúar, ég tók hann nú bara á handahófi. Þarna sjáu að á mánudegi er graskersúpa með appelsínu og saffrantvisti. Á þriðjudegi er vefjuveisla með alls konar meðlæti. Á miðvikudegi pottréttur frá Margó með kúskús og nanbrauði. Og á fimmtudegi grænt lasagna með spínati, kúrbít og pesto. Svo eru afgangur á föstudegi eins og ég sagði ykkur frá áðan. En ég reynir svona að skauta hratt í gegnum þetta fyrst að við erum svona velkomin yfir tíman, en við áttum okkur nefnilega alveg á því að við erum í svo kallari draumastöðu
á okkar vinnustað. Hér fullorðið fólk sem er með þroskaða bragðlauka og til í að prófa smakka flest allt. Staðan væri til dæmis alveg flóknari kannski ef þetta væri grunnskóli, þar sem allir nemendurnir væru að borða. En það eru rúmlega 30 mann sem borða í eitthvað mötuneyti og það er þar alveg ekki mjög stórt. Og þetta er fólk sem vill borða hollan mat og umhverfisvænan og það er alveg einhverjir sem kjósa líka að borða í mötuneyti nemenda sem það sem meira er af kjöti og fisk. En eins og þið kannski áttu ykkur öll á að þá til þess að sé hægt að elda mat frá grunni úr gæða hráefni að þá þarf bæði fjármagn og hugmyndaauki. Og ef að skera á niður til dæmis ferskt grænmeti daglega eins og rótargrænmeti sem að það fyrst kannski að flysja og alls konar eins og þið þekkið þeir eru sjálf að elda heima hjá okkur, að það þarf alveg fleiri hendur til þess að gera það heldur en til þess að skella tilbúnu grænmetisbuffin í ofn. Og ef á að elda girnilegan og næringarríkan grænmetismat að þá þarf, eða vistkera fæði ef við viljum nota það hugtak, að þá þarf viðkomandi alveg að leita hugmynda og prófa sig áfram og passa upp á samsetningu upp á næringargildi að gera eins og að nefnt áðan í erindi og svo framvegis. Og það þarf því hæfilegan mannafla miðað við fjöldan sem er að sækja mötuneytið. En svona ef maður veltir fyrir sig mötuneyti á Íslandi almennt, þótt að ég sé engin sérfræðingur í þeim efnum, þá eru þetta ýmislegt hægt að gera til þess að þetta sé umhverfisvænna allt saman og það er alveg einfaldara að vissu leyti bara með því að til dæmis að prófa sig áfram og leika sér aðeins við eldamennskuna. En að lokum, af því ég hef þetta bara stutt núna, að þá verð ég að segja að þakklæti er mér efst í huga ef ég hugsa matinn sem ég fæ í vinnunni og það eru forréttindi að borða í MO og þeir sem að sækja mötuneyti eru held ég flestir sammála það af því að hann er góður og heilsusamlegur, umhverfisvænn, girnilegur og í öllum regnbogans litum og ég vona að svona eldamennska verði öðrum innblástur í vegferð okkar allra í átt að umhverfisvænni heimi. Og svo væri þetta ekki verra ef að ráðamenn gerðu okkur auðveldara fyrir með því að lækka verð á til dæmis lífrænu vörum og bara því sem er hollt og gott fyrir okkur öll að innbyrða. Og svo mætti líka meira fjármagn fara í skólamötuneytin hjá börnunum svo að sé hægt að verða við þessum kröfum. En ég ætla ekki að vera pólitískari heldur en ég er nú orðin og læt þetta gott heita. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, kæra Kolbrún. Þetta, ég hugsa við sem öll komin með vatn í munnin að því að skoða þessar fallegu myndir hjá þeim Ann-Katrín og Oddrúnu. Ég ætla að fá að skjóta á því spurningu í kjölfarið og það var þess spurning sem kom af hverju bara er boðið upp á grænkerafæði mötuneyti fyrir starfsfólkið en maður ekki nemendur. Er þetta tvískipt eldhús og er stefnan að koma þessu á í mötuneyti nemenda? Já, sko, þetta er tvískipt. Mötuneyti nemenda er hérna upp á heimavist og er mötuneyti líka fyrir krakka sem er í VFMA og stunda nám sitt þar. Þetta er í rauninni ekki sama batteri eða sami rekstraraðili og þar af leiðandi erfitt fyrir mig að svara hvað þau ætla að gera í framtíðinni. Ég veit samt alveg að þau eru alltaf með eitthvað grænmeti og með salatbar og eitthvað svoleiðis fínir í. Og ég held að þeir komi líka til móts við þá sem eru biðja sérstaklega það að vera á grænkerafæði svokölluð. En ég kannski er ekki alveg með kannski svona þekkinguna til þess að svara svo alveg til hlítar. En svarið er þá einmitt að þetta er í rauninni bara tveir ólíkir hlutir. Þetta eru tveir ólíkir rekstraraðilar, tvö ólík eldhús. Þannig að starfsfólki nýtur svona góðs af. Ég er með aðra spurningu til Íslandsbankamanna og þau hefðu spurt hvort að mikil breyting hafi orðið á matseðlinum við að ganga í gegnum sónsóttunarferlið. Nei, það var ekki svo mikil breyting á matseðlinum. Þetta snýst rosalega mikið þau efni sem eru notuð í þrifum og þess áttar og svo vorum við
eins og við vissum eiginlega að vorum við nánast búin að uppfylla flest skrefin áður en við fórum í svansvottunina og við þurftum ekki að breyta matseðlinum mikið. Við höfum lagt mikla áherslu á grænmetisfæði og stóran salatbar einmitt sem að kemur áður en þú færðir próteingjafan og svo höfum við alltaf haft fisk 2 sinnum í viku sem höfum mælst bara vel fyrir og það svolítið svona út af lýðheilsustöð sem við höfum lagt þá áherslu. Nei, við höfum ekki breytt matseðlinum mikið eftir þetta. Og svo var önnur spurning hvort að þið veitið starfsmönnum upplýsingar næringagildi rétta sem eru í boði hverju sinni. Við gerðum það mjög lengi og við höfum einmitt verið að hugsa að endurskoða það aftur. Þá vorum við með næringarinnihald og reiknuðum við það bara út í gegnum forrit. Þá var forrit sem hét Key Habits en það eru til alls konar upp og forrit sem hægt að reikna þetta út svona einhvern viðmiðunardisk. En svo getur þetta náttúrulega skekkst rosalega mikið hvort einhver fær sér 100 grömm af sósu eða 20 grömm, þá alveg gjörbreytast öll hlutföll í réttinum. Já, það getur verið svolítið flókið að setja það upp þegar fólk skammtar sér sjálft. Samt að gera eitthvað svona viðmiðun og eitthvað viðmið. Takk kærlega fyrir þetta. Ásdís fékk eina spurningu frá það hvort að megi nota flæðimyndina fyrir leiðbeiningar umbúðanotkun yfir á og heimfara það yfir á útlit fyrirtækisins. Taka innihaldið og breyta útlitinu. Já, ég í raun og veru sé ekkert því til fyrirstöðu og við bara hvetjum fólk til þess að nýta sér þessar upplýsingar sama hvað formið það kýs að nýta þær á og það engin krafa að það sé í okkar útliti. En ég vil þá samt biðja ykkur og minna ykkur á að þetta breytist ansi hratt og þú veist, bara frá því að þessi vinna fór af stað hjá ykkur hafa orðið breytingar í því hvernig við myndum mæla með hvaða einnota umbúðir yrðu notaðar. Þannig að þá bara hafa augun opin og ekki heimfæra þetta yfir á ykkar útlit og ekki breyta því næstu 5 árin. Það bara svona það sem ég myndi vera vakandi yfir. Akkurat. Frábært, takk fyrir þetta. Ég vil bara líka taka undir það sem með því sem Ásdís sagði að við hvetjum bara alla sem að geta nýtt sér þessar leiðbeiningar til þess að nýta þær á þann hátt sem að bestur og þær eru jafnt hugsaðar fyrir ríkisaðila og einkaaðila og sveitarfélögin. Plaggotin eins og Ásdís sagði eru náttúrulega mjög hentugt til útprentunar og gott að setja það sem áminningu fyrir starfsfólk inn í eldhúsum og þetta efni má finna á grænskref.is undir vinnugögn. Þau sem eru ennþá eða aftur vita að útsendingin hún rofnaði og það þurftum að halda áfram á nýjum tengli, það getur allt gerst. En við munum klippa fyrri og seinni útgáfuna saman og hafa upptökuna aðgengilega á vefnum hjá okkur. Þannig að það hægt að horfa á þetta eftir á allt saman í samhengi. Mér langar að þakka þeim sem tóku til máls kærlega fyrir að deila reynslu sinni og þekkingu. Það er afskaplega dýrmætt að fá innsýn á þennan hátt og þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Við erum komin náttúrulega langt fram með tímann af eðlilegum orsökum en ég bara þakka öllum fyrir þáttökuna í dag. Takk fyrir.